Tryggvi Þegir heiti ég og komin aftur til að tala svona áframhald af nýsköpun og það sem ég ætla að tala núna það sem kalla samfélagsleg nýsköpun sem svolítið svona ný nálgun við nýsköpun og í rauninni passar við allt það sem hefur verið skilgreint sem nýsköpun en það gert með aðeins öðrum formerkjum heldur en hver önnur nýsköpun og fyrst og fremst það að nýsköpunin miðar að því að takast á við viðurkenndar samfélagslegar áskoranir. Það að segja að það eru einhverjar áskoranir í samfélaginu í kringum okkur sem að allir eru sammála að þurfi að gera eitthvað í. Og þá sem sagt farið í ákveðna nýsköpunar vinnu til þess að takast á og finna leiðir til að takast á við þessar áskoranir á kannski alveg nýjan hátt heldur en hefur verið gert. Og þegar ég að tala samfélagslega áskoranir, þá getur verið mjög fjölbreytt. Það eru svona ákveðnir hlutir sem að mjög oft talað eins og fátækt, eiturlyf, stundum oft talað hnattræna hlýnun og þess háttar. En það geta líka verið svona ákveðnar áskoranir sem að kannski eru ekkert rosalega aðkallandi en eru samt viðurkenndar sem áskoranir. Til dæmis bara það að fegra umhverfið og ég fer kannski aðeins betur inn í dæmi það. Og það einn annar þáttur sem lykilþáttur í því að sundurgreina samfélagslega nýsköpun frá annarri nýsköpun. Og það að ávinningurinn af nýsköpunni rennur fyrst og fremst til samfélagsins í formi aukinna gæða, lífsgæða. Og þetta kannski svona lykilatriðið í samfélagslegri nýsköpun og í rauninni skiptir meira máli heldur en eðli áskoranir sem tekist á við. Það var einn maður, enskur prófessor sem ég vann með einu sinni og mér fannst hann alltaf lýsa þessu best þegar hann var spurður hvað samfélagsleg nýsköpun. Hann sagði, það einfaldlega do good stuff. Gerðu góða hluti, að hugsa það sem við erum að fást við, hvernig þetta passar inn í veruleika þeirra sem eru í kringum okkur og hver sé raunverulegur ávinningurinn af því sem við erum að takast á við. Oftar en ekki að þá samfélagsleg nýsköpun, hún á sér uppsprettu úr einhver grasrót. Og ástæðan fyrir því þetta skilyrði sem ég nefndi í upphafi að samfélagsleg nýsköpun tekur á einhverja áskorun sem almennt viðurkennd að sé áskorun. Þannig að það svona svolítið mikilvægt þegar maður að fara út í einhverja svona samfélagslega nýsköpun að ná þessum tengslum við þá sem í rauninni eiga að njóta ávinnings af nýsköpunni. Og oft talað bara svona samkennd í þessu tilfelli. Og það getur verið að maður hafi þessa samkennd út að maður kemur sjálfur úr þessu umhverfi sem maður að skapa fyrir. Ef svo ekki, að þá þarf maður að leggja sig allan fram við að afla sér nægilegra gagna til að maður skilji og geti í rauninni hort á áskorunina út frá sjónarhorni þeirra sem að í rauninni eru innan þess samfélag sem sem allt snýst Og sem dæmi að þá mjög undarlegt til dæmis fyrir segjum einhvern svisslending að ætla að koma til Íslands til að stunda samfélagslega nýsköpun. Alltaf hann að tækja svolítið tíma fyrir hann að ná að samsama sér
samfélaginu á nægilega svona mikinn hátt til þess að geta í rauninni átta sig á því hvernig Íslendingar upplifa sínar áskoranir til þess að geta tekið á þeim á þann hátt sem að samfélagsleg nýsköpun gerir ráð fyrir. Og síðan hitt þetta með ávinningin að svona oftast þegar talað ávinningin í tengslum við nýsköpun að þá svona farið út í það að tala söluverð og hagnað og þess háttar, en þegar við erum að tala ávinning í tengslum við samfélagslega nýsköpun að þá hann allt annar. Við í rauninni beinum sjónum okkar að öðrum gildum og öðrum gæðum til þess að reyna að sjá hvaða sem að fólk að fá út úr þessu. Og ef við tökum sem dæmi, bara ég ætla að taka eitt dæmi sem að mér finnst gott dæmi samfélagslega nýsköpun, sem að ég held að allir Íslendingar þekkja í dag, að það þetta svokallaða plokk. Að þarna sem sagt eitthvað fólk sem var í gönguferðum, fannst of mikið rusl í kringum sig og þeir skapa bara svona hreyfingu sem að geri það reglulega að fara í gönguferðir og safna rusli í poka og fara með á réttan stað. Og þannig séð það kannski enginn að hafa fjárhagslegan ávinning af þessu beint, en við öll njótum góðs af þessu vegna þess að þetta fegrar umhverfið okkar og í rauninni, ég meina, í sumum tilfellum að þá gæti verið að koma í veg fyrir að skapist heilsuspillandi aðstæður. Og þetta svona eitt dæmi samfélagslega nýsköpun. Annað sem að ég held að vel flestir Íslendingar ættu að þekkja, að það sumar þessar hreyfingar sem við höfum séð poppa upp á samfélagsmiðlum. Eins og til dæmis MeToo-bylgjan, MeToo-hreyfingin. Þetta dæmi samfélagslega nýsköpun. Að þarna farið í það að búa til og styðja við samfélag á samfélagsmiðlum sem að gagngert stofnað til þess að færa samfélaginu tiltekin ávinning. Og við getum farið lengra í sambandi við svona dæmi, bara svona almennt, hvað gæti verið samfélagsleg nýsköpun. Að til dæmis það sem að mjög algengt í Bretlandi það sem að þeir kalla social enterprise, sem að ákveðin samfélagsleg nýsköpun í sjálfu sér. Og þá kannski með fyrirtæki sem hefur þá stefnu að ráða til sín starfsfólk úr einhverjum stéttum sem að eiga erfiðara fyrir innan samfélagsins heldur en aðrar. Og dæmi þetta sem að mér finnst mjög gott að það var háskóli í Bretlandi, University of Northampton, sem sagt háskólasvæðið var svolítið á útjaðri borgarinnar og það var ákveðið sem partur af verkefni sem átti svolítið að endurnýjun í miðborg Northampton, að það var ákveðið að byggja nýtt háskólasvæði alveg frá grunni í miðborg Northampton og flytja allan háskólan inn á þetta nýja svæði. Og eitt af því sem að þeir gerðu, sem var mjög áhugavert, var að það var ákveðið að allir verktakar sem að væri samið við væru skyldaðir til að skrifa undir skuldbindingu einhvers konar samfélagslega nýsköpun í tengslum við aðkomu þeirra að verkefninu. Annars fengju þeir ekki verksamningana. Og þá var einmitt dálítið mikið það að það var sem sagt að þessir verktakar skuldbundu sig til þess að ráða fólk sem að ætti erfiðara innan samfélagsins í þau störf sem að sköpuðust í tengslum við þessa flutninga. Og þetta gátu verið til dæmis fólk sem að hafði setið af sér í fangelsi, fólk sem að hafði átt við einhvers konar eiturlyfjavandamál eða neysluvandamál og ýmislegt fleira.
minni hlutahópar og þess háttar. Þannig að þetta var svolítið svona nýsköpun, samfélagsleg nýsköpunar hugsun á mjög svona víðum grunni. Og þannig að samfélagsleg nýsköpun, eins og ég segi, þetta getur verið stórt, við getum verið að hugsa hnattrænar áskoranir. Það er mikið talað samfélagslega nýsköpun í tengslum við til dæmis Sameinuðu þjóðirnar og heimsmarkmiðin og en þau geta líka verið agnarsmá og ég held að eitt skemmtilegasta dæmið samfélagslega nýsköpun sem að ég sá var kynning nokkra háskólanemenda sem voru frá einhverju borg í Austur-Evrópu, ég man ekki hvaða borg það var, að þeim leiddist að sjá allan arfan sem að þreifst á umferðareyjum í borginni sinni. Og þannig að þeir bara fóru í það að útbúa pakka af fræjum með villiblómafræjum sem að fólk gat keypt og á meðan það sat á rauðu ljósi og hafði ekkert að gera, þá gat það hent svona poka út á umferðareyjuna og og eftir sumarið þá tóku þeir myndir af umferðareyjum sem voru voðalega fallegir blómum vöxnum og svona þetta bara hið fínasta fegrunarverkefni. Þannig að þessi verkefni þau þurfa ekkert að vera stór, geta verið stór, en þetta felst meira í þessari hugsun að nota þá bæði það fjármagn og þá krafta sem maður setur í nýsköpun til þess að hafa jákvæð áhrif á samfélagið í kringum sig. Takk.